Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Sanna Magdalena Mörtudóttir, verður velkomin. Takk fyrir. Þið áður en við hittum sérna þá fletti upp í símaskráni og ég fann bara eina Sönnu og það er þú. Já, það er smá saga á baku þetta nafn, sko. Já, og hver er hún? Sko, þetta var þannig að foreldrar mínir voru með svona eitthvað samkomulag sín á milli varðandi hvað ég ætti að heita og sagan þannig að mamma sem sagt átti að velja eitt nafn og pabbi minn eitt nafn. Já. Og ég sem sagt fæðist á Íslandi en þegar nokkra vikna þá fer mamma með mig út til Englands þar sem að pabbi minn býr og föðurfjölskyldan. Já. Og þannig að niðurstaðan varð að ég fekk nafnið Diana Magdalena og ég held að Díununafni sé komið sem sagt frá prinsessunni sem að var þá út í London, vel þekkt og vinsæl. Og vinsæl alveg. Og ég fæði sem sagt 92 og fæði sem sagt þetta nafn en mamma mín hugsaði eitthvað svona þú veist, hún er engin Díana, fannst það ekkert fara mér beint vel og fannst það ekki passa við mig. Og byrja svona að leika sér með nafnið, kalla mig Didi og eins að reyna að máta nafnið við mig en það bara passar ekki. Og ég er rauninni mjög ung þegar mamma byrjar að nota nafnið Sanna, byrjar að kalla mig Sönnu. Og hún hafði verið með það nafn bara í maganum og svona fannst það passa við mig og þannig að ég er bara strax, þú veist, mjög ung þá er ég kölluð Sanna en við breytum því ekki formlega fyrir en ég er eitthvað svona, ég held ég að vera 11 ára, frekar en 12 ára. Af því það þurfti þess að fara fyrir mannanafnanefnd og fá það samþykkt og mamma þurfti að fara rök fyrir því af hverju þetta væri gott nafn, að hvað það þýddi, það tekið af sannleikanum og að það væri einmitt hægt að fallbeða og svo þurfti ég að fá undirskrift frá báðum foreldrum sem sagt að því ég var svo ung til þess að staðfesta í rauninni að ég vildi skipta nafn þannig að ég hef verið kölluð Sanna bara alveg frá því ég man eftir mér og var sem sagt fyrsta íslenska Sannan en síðan sko í Íslendingabók þegar ég er að leita nafninu að þá sem sagt sé ég aðrar Sönnur en þær virðast vera sko kannski með einhvern svona sænskan bakgrunn eða frá öðrum Norðurlöndum einnig af því að þetta eru svona einhver þannig nöfn, millinöfn og eftirnöfn líka en ég var sem sagt, ég fekk þetta fór í gegn hjá mannanafnanefnd sem samþykti þannig ég er svo fyrsta. Þetta er fallið nafn, eftir ég sátti það? Já, ég er mjög ánægð með það, mjög ánægð. Mér finnst ég ekki vera mikil Díana. Nei, en segðu mér núna eru bara örfáir dagar eftir að kosningabaráttunni. Er þetta búið að vera erfitt? Þetta er búið að vera krefjandi, þetta er búið að vera skemmtilegt, þetta er búið að vera mjög fjölbreytt. Við erum búin að mæta út allt og mér gaman sko, ég er búin að vera dálítið að fara inn í skóla, menntaskóla, framhaldsskóla, nemendur eru að skipuleggja svona pallborð og mér finnst bara virkilega athyglisvert að heyra hvaða spurningar ungt fólk er með. Það er greinilega að kynna sér vel hlutina og er alveg inn í hlutunum og mér finnst það hafa verið mjög skemmtilegt svona ná að tala beint við fólk og hitta fólk í vorstjórnin okkar og það er greinilega svona mikill spenningur fyrir því að fá eitthvað nýtt og fá einhverju breytingar. Hér í húsinu er mikill kraftur þetta daga. Það er bara, maður finnur það er eins og þessi straumur í loftinu. Mjög margt duglegt fólk hérna. Af því að líka alltaf líf og fjör sko. Það er einhver búin að vera að mæta með veitingar og svo er alltaf fólk að koma inn og spyrja spurninga, mikið í gangi, mikið líf og fjör og bara mjög gott að hafa þetta rými og maður sér sko að flokkar hafa verið að koma sér upp kosningaskrifstofum og ég finn bara hvað ég er rosa þakklátt fyrir þetta sem við höfum hérna í Bólholti 6 að við höfum verið hérna í nokkur ár og erum búin að venjast staðnum og bara þekkjum vel inn á hann og það er svo mikilvægt að hafa eitthvað svona félagsrými. Já, á sunnudaginn þegar við vorum hérna var að taka upp neða var að senda út sín Egils þá kom einhver maður með kassa úr bakari og hann búin að kaupa vínabröslingi og láta skera hana niður sko og
bara. Alveg magnað. Þakka hann bara fyrir sig og fór, sko. Og svo kom maður með sko brauðtertur, bara stórglæsilegar. Tvær brauðtertur. Og bara ótrúlegt, sko, magnað og mér finnst líka ótrúlegt bara krafturinn sem í sósíalistum að vera tilbúin til að mæta snemma, fara seint heim á kvöldin og bara vilja virkilega gera allt sem þið geta til þess að tryggja þetta bara gangi upp og einmitt, þú veist, og eru í þessu bara bara sálinn sér svo vel hvað sósíalistar eru öflug liðsheild, sko, og hér er dæmi fólk sem færi bara launalaust leyfi í vinnunni sinni til að sinna þessu. Það er bara þannig. Magnað, bara gjörsamlega magnað. En hvað ég var að spyrja frammi áðan hvernig það væri þegar væri að fara þannig eins og í Kringluna og þá segjaðu mér að fólk standi ég vilja biðja til að taka hendina á þér og tala við þig. Já, ég fór helgina og var mjög skemmtilegt af því að þú veist, það alveg fólk að hópast á mann og spyrja bara út í stefnuna og spyrja hvað afstöðu við höfum til hluta og ég fann alveg að þú veist það var margt fólk sem vildi ná að spjalla við mann og maður svona að reyna að ná að tala við alla og einmitt slatta fólki í Kringlunni. Og þetta er bara mjög gaman hvað fólki svona tilbúið að spyrja og setja sig inn í hlutina og velta því fyrir sér og fallegar stuðningskveðjur sem við fengum líka sem ég þótti mjög vænt að heyra. En svo hinum einu ásnum þar er kannski fólk sem sko gefur ekkert fyrir sósíalistaflokkinn og jafnvel bara fyrirlítur hann. Sko. Já, mér samt fyndi að heyra að ég stundum að heyra sko að fólk sem er hægra megin, sem er ekki sko sammála okkur, er samt að hrósa okkur bara fyrir málflutningin, hvernig við komum fram og segja bara svona, já, þú veist, ég er nú ekki að sammála því sem að Sanna segir, en að maður sé alveg með málstað og flytjan og skilabúðin af sannfæringu. Já, fínt. En sko, það eru komið 6 ár síðan þú varst kjörinn fyrra sinni í borgarstjórn. 2018. Já, passar. Já. Og svo síðast að þá náður sko einu fulltrúa með þér. Einmitt. Þannig að þetta er búið að ganga mjög vel hjá þér í kosningum. Þetta er einmitt, þú veist, fyrst komist við inn í borgarstjórn og ég var með þetta rifja þetta upp að því ég sá stöðu uppfærslu frá Smára í rauninni kosninganiðurstöður og svona fylgi í könnunum og þetta svona leita ekkert allt og vel út þarna vikurnar í aðdraganda fyrir borgarstjórnarkosningar en svo bara gerist eitthvað þarna á lokametrunum og við náum inn 2018 þá var ég einmitt yngsti borgarfulltrúi sögunar og náði að slá gamalt met sem að Davíð átti, 44 ára gamalt met. Íttir honum til liðar. Og síðan einmitt bara ánægilegt að við höfum verið að vaksa og 2 fulltrúar núna í borgarstjórn. Ég var bara 1 fyrst og svo núna eru voruð 2. Þannig að, var það mikill munur? Mjög mikill munur, af því það er alveg virkilega krefjandi að vera sérstaklega þetta er nýtt fyrir manni og líka bara að þú veist það er svo mikill munur að hafa einhvern sem er með manni í þessu og er alveg þarna inni geta einhvern veginn skoða hlutina mjög vel velti fyrir sér. Fyrir 6 árum, þá, ef ég maður rétt, þá var ykkur boðið að vera með í meirihlutanum. Þetta var, ég veit ekki hversu mikil alvara var að bakvið þetta sko. En ykkur þá var, að því að þið sögðu nei, að þá var ykkur leiði háls eða vildi ekki taka ábyrð og annað sko. En þetta hefði verið sannlega dauðadómur eða hefði farið að vera ykkur auka borgarfulltrúi í meirihlutanum. Af því það þarf líka að meta stöðuna alltaf út frá bara styrknum, þú veist, hvernig getur einn fulltrúi haft sem mest áhrif og ég tel að þetta hafi verið bara fullkomlega rétt ákvörðun þá að standa svona fyrir utan og ná að vera þá þessu háa gagnrýnis rödd og rauninni benda mitt á allt sem að þurft að laga og hvernig ætti að fara að því í staðin fyrir að vera sko í meirihlutasamstarfi í borginni að þá í rauninni þá þarft að ganga í takt við hina flokkana. Þú veist, það er ekki vel séð að þú ert að fara að vera mót einhverju sem að kemur frá meirihlutanum eða að þú styður tillögu frá minnihlutanum sem að aðrir meirihlutaflokkar gera ekki að þá þarf að ganga svo rosalega gegn þinni sannfæringu og ég veit auðvitað að í stjórnmálum að þá þarf að komast að samkomulega hlutina en það er spurningin bara hversu langt ferðu og þetta fer líka bara eftir því þú veist hvað þú ert með marga fulltrúa. En í borgarstjórn er þetta ekki samt svona þannig
þið borðið saman, þið þekkist alveg, þið talist saman þó þessi einhverjum ásnum. Já, algjörlega og maður er svona með að reyna, þú veist, að tala milli funda, þú veist, að tala við meiri hlutan og bara við erum með þessa tillögu, gætum við ekki samþyktana, er eitthvað sem þið myndi vilja breyta svo það sé, þú veist, meiri líkur á þetta nái í gegn, hvernig væri það hægt, þú veist, gætu við ekki látið þetta ganga upp, en við sjáum í rauninni, þú veist, í gegnum allir þessi ár, alla tillögurnar sem við höfum verið með til dæmis húsnæðisuppbyggingu, þú veist, það hefur ekki náð fram að ganga og þá mitt hugsa maður, sko, þú veist, ég hefði ekki geta verið meiri hluta sem einhvern veginn gallað kerfi, þú veist, frekar held ég bara áfram og dropin hólar steinin, þú veist, við höldum bara áfram. Er það kannski það mál sem að hefur erfiðast að sjá að gerðist allt og lítið í húsnæðisuppbyggingin? Ég myndi segja það og sérstaklega því að allir flokkar eru í sammála að það þarf eitthvað að breytast í húsnæðismálum og allir flokkar eru sammála að þetta er bara, þú veist, að mikilvægasta í okkar lífi að hafa öruggt húsnæði en svo þegar kemur útfærsluatriðum og maður er að reyna að benda á að bara leiðin sem við höfum verið að fara er alls ekki að virka og þá þurfum við að gera eitthvað nýtt, það sé ekki að treysta markaðinn til þess að útvega öllum örugt ódýrt húsnæði að þá einhvern veginn fær maður svo oft svörin frá meiri hluta borgarstjórnar að Reykjavíkurborg standi sér best af öllum sveitarfélögunum og ég segi bara já, þú veist, það er alveg rétt og gengur ekki að hinn sveitarfélögin sé í rauninni ekki öflug í uppbyggingu félagslegra íbúða en á sama tíma að þá er fullt af fólki að biðlista til dæmis eftir í leiguíbúð hjá félagsbústöðum þannig það er líka óásættanlegt að Reykvíkingar sé að bíða ár eftir að komast í öruggt hús og skjól og við höfum lagt fram einmitt vel fjármagnaðar tillögur hvernig við sjáum fyrir okkur að það væri hægt að nýta til dæmis eiginfjárstöðu félagsbústaða í að fara í frekari uppbyggingu þar sem að einmitt leigjendur greiða leiguna tekjur skila sér en það er svona erfitt að í rauninni mæta því að það virðist ekki vera vilji til að byggja upp á félagslegum forsendum og síðan þegar við erum að koma með áherslur strætó efla samgöngur að þá verist orðræðan vera að maður eigi ekki að vera að tala kerfi niður þegar ég er að reyna að tala fyrir því að við bætum þetta af því að við viljum öflugan strætó áræðanlegar almennir samgöngur þannig að það er svona sérstakt að sjá í rauninni hvernig viðbrögðin hafa verið við þessum áherslum en svona eitt mál sem að maður sér að virðist vera þokast áfram einmitt bara frá því ég byrjaði í borgarstjórn þá höfum við sósíalistar verið duglega að tala fyrir því að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur af því það er lagt á launatekjur ekki fjármagnstekjur og núna svona finnst manni eins og fleiri sé að tala fyrir því og stundum líður mér eins og einhver svona biluð plata vera alltaf sko útsvara fjármagnstekjur en þú veist þetta er orðið núna maður sér svona árangurinn þetta er að vonandi þokast áfram í rétt átt ég tekja þessu það eru fleiri að tala þetta til auka tekjur ríkisins en sko alþingi er allt annað og svona meira náttúrulega það er hægt að móta stefnur en það er sko flokkar í minnihluta það er alveg undantekningi þeir ná bara málum fram Ég ekkert ef þú kennst inn á þing og verður í minnihluta að þú bara spólir og kennst ekkert áfram Mér finnst það meitt sko, nú hef ég náttúrulega ekki reynslaði að starfina á þingi en ég tek eftir því að þau eru með til dæmis aðkomi minnihluta að þess að nefndum í formennsku þannig að verður stundum vera svona meiri svona eðlilegri verkaskipting að það er aðeins verið að líta til þess að flokkar sem ná inn á þing að það sé eðlilegt að þeir gegni þá til dæmis formennsku í nefndum eða svona þeirra rödd og rödd flokkana hafi kannski meira vægi og auðvitað bara fer maður í þetta með það markmiði að ná fram þú veist raunverulegum breytingum og bara veltir þetta fyrir sér bara hver til í það þú veist hvernig getum við náða að vinna hlutina þú veist er þetta að semja einstaka mál kannski eða þú veist maður þarf að hugsa í lausnum myndi ég að segja En það er sko nú stefnir í að eins og í dag stefnir í það að Viðreisn og Samfylkingin verði svona yfirburðaflokkarnir eða stærstu flokkarnir. En hvar segjum svo þið fáið 4 plus eða eitthvað bara en þann þingmannafjölda sem myndi duga til að mynda meirihluta með þessum flokkum. Kæmi það til greina? Myndirðu vilja
Sko, Já, það sem að leggjum djána. Já, það sem við sósíalistar viljum auðvitað félagshyggju ríkisstjórn og vinstri ríkisstjórn sem að leysir hlutina út frá þessum vinstri áherslum, þar að segja réttlát stefna varðandi skatta, að við séum að létta skattbyrðin af lág- og millitekjuhópum og færa hana yfir á þau ofsaríku og stóreigna fólk og svona félagslegar áherslur þar sem við sjáum til dæmis ekki að einkavæðing sé að fara að leysa hlutina í heilbrigðismálum eða auka aðgengi að þannig. Þannig að svona, mér finnst eins og Viðreisn hafi talað fyrir þeim áherslum sem að svona, þau hafa verið að segja hvað vinstri velferð, hægri hagstjórn, svona sem ég get ekki tekið undir með, en þetta bara tekið þetta eitt skref í einu. Það eru, klára kosningabaráttuna og svo það að fara í kosningar og auðvitað reynum við að fá sem mest fylgi þar og svo bara sjáum við hver niðurstaðan og ég þetta bara í reglulegum samskiptum við mína félaga hver bara eðlilega næstu skref séu, hvernig við getum nýtt sem best stuðuna til þess að einmitt koma á raunverulegum breytingum og með áherslu á félagshyggju. Þegar ég tala við Rán sem að leiðir listan í Suðurkjördæmi, þá tók hún svona dæmi, svona minkavæðinguna að heilbrigðisstofnun Suðurnesja var bara fjársvelt og hafði vont orð á sem það var svona, bara alls ekki trúsækjandi og síðan þegar það hefur gengið einhver tíma að þá leyfi fyrir einkareikinni heilsugæslustöð og þá var allir svo glaðir að fá hana því það listi bara svo mörg mál en það eins og ég skildi hana þannig að það væri bara eins og hefði verið bara stemt að þessu gera alveg kolvittlausa og svo komi einkareikin og þá bara allir svo happy með einmitt niðurskurðarstefnu þegar ekki verið að setja nægt fjármagn á staði þar sem mikilvægt að setja fjármagnið þá rauninni verið að hóla kerfin að innan og þetta rauninni bara, handritið sem notað að ef að þjónustunar er það slæm að þá rauninni hægt að koma inn með einhverja svona lausn í gæsalöppum að fela einhverjum engaðilega að sjá þetta og þá þetta, hljómar eins og engavæðing sé einhver lausn þegar lausnin að það vantar bara betri fjármögnun inn í kerfin og að hlusta mitt á fólki á gólfinu sem að kalla eftir ýmsu svo að það geti sinnt þjónustunum sem best. Þannig að við verðum að einblína mínum mati á af hverju erum við komin á þann stað sem við erum, hvernig getum við tryggt góða, öfluga, opinbera þjónustu fyrir okkur öll af því að kannanir sína bara trekk í trekk að meginþorri landsmanna vill að það sé í opinberum rekstri, vill að það sé aðgengilegt fyrir okkur öll. Þannig að maður óttast þetta ef það er verið að fara að stíga ykkur svona frekari skref í einkavæðingu að þá bara leiði til þess að við endum með eitthvað svona útilokandi kerfi og sem ekkert að mæta þörfum allra landsmanna. Nei, mér svona lýsir sér svo vel að því að ég veit þetta því ég bjóð þarna sögur frá, svo ég fluttu núna en einmitt við höfðum enga heimilislækni sá sem vorum með áður, hann var bara hættur hann aldur og svo kemur þetta og þá getur maður bara valið heimilislækni þetta að vera að búa til hanna sviðsmyndirnar og líka bara að því að opinber fjármagn á þetta ekki að fara við viljum ekki enda á þeim stað að opinber fjármagn sé farið í arðgreiðslur einhverja sem að vilja hagnast á því að veita heilbrigðisþjónustu því það verður auðvitað dýrara fyrir okkur til lengri tíma litið ef að fjármagnið fer í rauninni í þessa átt. Herðu, á laugardaginn sátuð þið hérna saman því 6 sem að leiði framboðslistana. Var ekki gaman? Jú, mjög skemmtilegt og ná okkur loksins öllum svona saman í einu herbergi því við hefum verið svona út allt og erum þétt bókuð og búin að vera mitt í okkar kjördæmum að tala við fólk og kynna okkar áherslur. Og ég er bara mjög ánægð með hann öfluga hóp. Mér finnst þau bara glæsileg og gaman að vinna með þeim, fá að kynnast þeim betur og svona vinna saman sem heild. Maður finnur hvernig við erum ein heild í þessu öllu saman og það er bara mjög gaman að ná að taka svona spjall öll saman. Já, og Þorsteinn Bergsson kom að austan. Einmitt. Hann mjög öflugur og gaman að sjá mitt eina könnun þar sem að við vorum stærri en sjálfstæðisflokkurinn í kjördæminu hans Þorsteins. Já. Norðaustur. Það var náttúrulega gömul sjónvarpsstjarna síðan í útsvarið, vissi mest allra, ár eftir ár. Já. Nei, þetta var gaman að horfa á þetta.
Og ég held alltaf áfram að læra af þeim og við náum að brýna erindið og bara virkilega gaman að fá að koma svona saman sem einn hópur, sósíalískur hópur og mann finnst líka fleiri séu að segja bara já, ég sósíalisti. Þannig það bara, og fólk svona meira kannski að segja það opinberlega og það hefur verið áhugavert að fylgjast með orðræðinu bara í gegnum árin. Það var ekki svona mikið talað sósíalisma eða arðrán eða kapitalisma og bara virkilega áhugavert að sjá fólk stíga fram með það sko. Fyrst eftir að sósíalistaflokkurinn var stofnaður, það er svona, og þá hitti ég fyrir ráðherra, svona sem eldri borgar í dag og hann sagði þetta er nú sníðu tjónubróðinu en ekki sósíalistaflokkurinn, það gengur aldrei. Það væri eitthvað svona djöfull að draga, sko. Mér finnst bara mjög gott, við erum sósíalistaflokkur Íslands, við erum bara mjög opin og hreinskilin með það, hvað við stöndum fyrir og einmitt, þú veist, bara í nafninu okkar, það segir svo mikið að við erum ekkert að fara að dempa niður, sko, einhverja áherslu, einmitt, þú veist, við erum bara hrein og bein og skýr með það, einmitt, sósíalismi og þú veist, það snýst að vinna einmitt fyrir fjöldan og hagsmunum heildarinnar, eins og ég sé það og svona fara dálítið í rótina og það sem ég svo gott við sósíalistaflokkin að við erum með skýra hugmyndafræði, þú veist, við erum ekki bara að benda á það sem er að í samfélaginu, heldur höfum þú skýra sín af hverju það er þannig og hvernig sé þetta að leysa það og ég hef einmitt verið að skoða eins bara síður heimasíður hinna flokkana og stefnur og þú veist, mér finnst svo, þetta er bara kannski einhver orð á blaði og ekkert, þú veist, farið dýpra í það og sósíalistaflokkurinn einmitt með sko yfir 20 stefnur vel útferðar, þú veist, í velferðarmálum, heilbrigðismálum, jafnréttismálum, menning og listum og það er ítarefni sem fylgir með til að útskýra í rauninni þar sem við leggjum áherslu á og mér finnst þetta bara virkilega svona vönduð vinnubrögð sem að einmitt formaður málefnastjórnar hefur leitt María Pétursdóttir sem er núna í framboði og geta einhvern veginn haft bara allt þetta bara við erum í stefni þessu, svona lítur þetta út, svona viljum við gera þetta, á þessu viljum við byrja. Og það er öflust mikil vinna þarna baki. Mjög. Já, er ekki. Það eru sko eitt líka sem er skemmtilegt er að við erum sko með stefnur sem eru mótaðar af félögunum, þannig að aðkoma félaga er mjög mikil hjá okkur og tengst við grasrótina þannig að það er mjög mikilvægt og svo þetta erum við með kosningaáherslur sem við hefum kynnt núna í aðdraganda kosninga sem að byggja á þessum stefnum sem við hefum áður mótað. Hefur ekkert svona komið upp á í þessari kosningabaráttu sem er svona neikvætt erfitt eitthvað? Er þið bara... Mér finnst kannski bara, nei ég myndi ekki segja það, mér finnst kannski bara krefjandi sko að maður vill einhvern veginn ná að vera allstaðar og ná að hitta alla sem eru óskeftir að hitta mann og það bara, mér finnst það svona kannski erfitt að ná bara ekki, þú veist, það eru ákveðnu margir tímar í sólarhringnum og við erum alveg mjög bókuð í alls konar viðburðum og viljum svo mikið ná að komast á alla staðina þar sem við fáum boð og hitta alla en mér finnst það svona erfitt hvað í rauninni það hefur ekki alltaf gefist tími til að fara á alla viðburði sem maður myndi vilja fara á. Já, í síðustu viku þá var það þannig að ég ringi í ráðherra til að í þáttinn á sunnudaginn síðasta. Ég er svolítið vondin, ég kem, segir hann og var glaður sko. Svo 2 mínútur seinna hringdi aðstofmaðurinn hans, vístu það? Já, hann hefur ekki litið í dagbókina sína. Þú skilur þetta? Já, af því þetta var svo brátt að og þú veist, við erum bara búin að vera fullu og það er oft kannski, þú veist, nokkru viðburðir á sama tíma, maður verður bara að velja því að það er því mér ekki að vera á 2 stöðum á sama tíma. Þannig mér stað kannski dálítið svona hvað maður er að drífa sig, þú veist, og ná kannski ekki, þú veist, að taka bara, ná að taka spjallið við allar sem maður myndi vilja taka og núna líka er þetta þannig, þú veist, að við erum á svo mörgum miðlum og svona aðgengið emitt, þú veist, maður getur verið að svara fólki bara gegnum síman og svo símtöl og mér finnst það frábært en það er líka smá svona, maður er að reyna að ná að einhvern veginn kemst ekki yfir allt, er það ekki alveg þannig? Já, bara því miður og mér finnst það erfitt að ná komast ekki yfir allt, mér finnst það mjög erfitt. Já, heyrðu, sko, þegar við sittum hérna, þá er dagskráin hún býðið þín, það er ýmislegt sem þetta er ógert. Heldur betur. Já, heyrðu, ég get ekki annað en óskaði bara velfarnaðir í kosningunum. Takk hérlega fyrir, takk. Og við höldum áfram með rauðaborðið hér eftir augnablik. Það er komin tími til að breyta Alþingi.
Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is.